Ég held að sé engin skortur á móðgunargjörnum töðurum sem reyna að fara að vera móðgaðir fyrir hönd annarra og tala mannúð og mennsku og vinna fyrir fólki í landinu. Ég held sko að fyrst og fremst þurfi stjórnmálamenn að gera sér grein fyrir sínum takmörkunum sem eru ekki bara bundnir bara við þekkingu á málefnum, heldur líka bundin við ákveðin slagkraft. Ég held að til dæmis núna erum við bara í ákveðinu járnbúri Webers þar sem að alltaf þegar við komumst að því að ákveðin lög eða ákveðnar mannlegar takmarkanir sem eru bundin í lög hafa haft slæmar afleiðingar og þá leysum við það alltaf með því að bæta við lögin, búið til fleiri lög til þess að leysa vanda sem að ákveðin lög bjuggu til að byrja með. Ég held að þetta sé miklu meira vandinn. Ég held að vandinn sé einmitt að stjórnmálamenn eru með svo mikla Jesúkomplexa í einhverju mannúð og vinna fyrir fólki í landinu og að telja sér í trú það að þeir séu að fara að byggja húsina, að þeir séu að fara að inna vinnuna hendi í heilbrigðiskerfinu, að þeir séu að fara að mennta börnin og allt það dót. Stjórnmálamenn gera ekki neitt af þessu. Eina sem að þeir eru að gera er að leysa hnúta til þess að við séum í stakk búin til þess að leysa þessi verkefni sjálf. Ég held að þetta sé alls ekki rétt í samhengi við til dæmis eins og þú nefndir þetta bakari sem var niðri í bæ. Þannig bara takmarkanir sem eru aðalega bundnar í lög þar sem að við erum með MAST og fleiri sem að segja já, ég er nú bara að sinna mínu vinnu eins og ég á að gera það. Stjórnmálamenn eiga að vera að vinna í því að losa þetta. Stjórnmálamenn eiga að reyna að vinna að því fyrst og fremst að reyna að komast hjá því að vera fyrir. Ég held að stjórnmálamenn séu ekki að fara að gera nokkuð skapaðan hlut. Ég held að við séum bara bundin við ákveðna mannlega takmarkanir og stjórnmálamenn ekki að fara að lifa lífinu fyrir okkur. En við erum aftur á móti búin að... Þarna ertu kannski að misskilja mig. Hluti af starfinu hjá stjórnmálamönnum einmitt að liðka til í kerfinu.